Norðlenska kjötið, uppskrift að góðu kvöldi. Lengi hefur verið mikill áhugi á ísokki á Akureyri. Í seinni tíð hefur gróskan þó verið sérstaklega mikil í kvennaísokki, en það sem áður var talað sem karlaíþrótt í dag mjög vinsæl meðal kvenna. Reyndar íþróttin svo vinsæl á Akureyri að Skautafélag Akureyrar, SA, sendir 2 lið til keppni í Íslandsmóti kvenna, innjur og ásynjur. Ekki nóg með það heldur sitja þessi 2 lið einmitt í 2 efstu sætum deildarinnar. Síðustu 10 árin hefur bara verið rosalega mikil uppbygging í kvennastarfi sérstaklega og barnastarfi hérna á Akureyri. Það er helst henni Söru Smiley að þakka. Hún er búin að vinna hörðum höndum að þessu og nú erum við bara að uppskera eftir því. Og þið eru með 2 lið í meistaraflokki. Hvernig skiptast þessi lið? Við skiptum í yngra og eldra lið. Innjurnar eru yngra lið, það eru leikmenn alveg niður í 12 ára aldur og upp í 20 og þegar verða 20 þá koma þær upp í ásýnuliðið sem er eldra liðið. Það er ekkert aldurstakmark þar, það er bara eins og lengi og menn nenna að spila, sko. Er einhver munur á karlahokki og kvennahokki? Já, það má ekki tækla í kvennahokki. Það er bara minna líkamlegt, það er að sjálfsögðu alltaf snerting, sko. Það er alltaf öxl í öxl og ákveðnar snertingar leyfðar en tæklingar, sérstaklega svona opnum ís, eru alveg bannaðar í kvennahokki. Við spilum alltaf með grind fyrir andlitinu sem að strákar geta losna við að þau vilja flestir gera þegar verða 20. Hvað skýrir það? Af hverju eru þið skildu til að vera með grind fyrir andlitinu en ekki strákarnir? Það hef ég aldrei skilið. Ég veit það bara ekki. En það er þannig bara út allan heim og samkvæmt einhverjum reglum er það nauðsynlegt. Heimsmeistaramótið í ísokki verður haldið á Akureyri í lok mánaðarins og er Linda ein af 13 leikmönnum SA í landsliðshópnum. Það er mjög mikill spenningur og sérstaklega að fá að vera hérna á heimavelli. Það er náttúrulega helmingur liðsins er hérna frá Akureyri og enn fleiri leikmenn sem að skrást í liðin fyrir sunnan sem eru uppaldir hérna á Akureyri, sko, þannig að við eigum svolítið stóran part af liðinu og það er mjög gaman að fá að vera hérna á heimavelli og enn meiri spenningur þar vegna þess. Hversu stórt er þetta mót svona í umgjörð og öðru slíku? Sko þetta er frekar stórt. Þetta er öðruvísi en í öðrum íþróttum. Við keppum á HM á hverju einasta ári og það eru deildir. Við erum semst í annarri deild B. Það er ein önnur deild fyrir neðan okkur síðan sem er svona umspil upp að komast upp í okkar deild. Síðan er það bara þannig að ef þú vinnur þessa deild þá ferðu upp í næstu. Og markmiðið þá væntanlega að fara upp eða hvað? Að sjálfsögðu. Það sem greinir SA eflaust frá flestum öðrum íþróttaliðum er að 3 pör af mæðgum keppa með liðunum 2. Hvenær byrjuðu þið að spila saman hokki? Það var fyrst núna í vetur. Hvað ert þú gömul? Ég er 12 ára. En þetta er fyrsta tímabilið þitt með meistaraflokki eða hvað? Já. Hvernig er að vera komin með dóttur sína í liði með þér? Það er bara frábært. Þið keppið væntanlega á móti hvor annarri, eru þið ekki sitt hvoru liðinu? Jú, ég er í ásynjum og hún í innjum. Eru þið alltaf vinkonur á ísnum eða breytist það eitthvað? Það breytist alveg pínu. Já, ég sammála því, það breytist. Smá keppnisskap. Er þessar stelpur að verða betri sem eru að koma upp en þið voru að byrja? Já, miklu betri. Tæknilegri, hraðari, bara allt betra. Hvert stefnir þú í hokkíinu? Ég ætla bara að fara út að spila. Guðrún Kristín Blöndal er ein leikjahæsta ísokkíkona SA frá upphafi, en dóttirinnar Saga Margrét er með efnilegri leikmönnum liðsins. Ég byrjaði bara hérna þegar höllin var byggð hérna 2000. Þannig að ég er nú búin að vera góð 17 ár með svona millibils ástundum með svona meðgöngum og svona. En ég var einmitt spurð að því fyrir mörgum árum síðan þegar dóttir mín var þá 1 árs gömul hvort ég var ekki að fara að hætta því ég var orðin svo gömul. Ég náttúrulega svaraði bara hæli, ég myndi ekki hætta fengi fyrir að spila með þessari hérna, sko. Og það náttúrulega reyndist rétt. Og það er komið að því núna. Hvernig hefur það verið að spila með dóttur sinni? Sko, við spilum eiginlega á móti ykkur annað núna. Í fyrra náðum við að spila saman leiki. Nú er þetta bara harkan sax.
Og raunin eiginlega svo að ég á mér enga áhangandur lengur sko, þannig eiginlega bara allir sem halda með sögu í fjölskyldunni. En annars öðruleyti þetta bara mjög skemmtilegt og þetta sé stundum svolítið spennuþrungið ástand heima sko. Hvernig svona stemmingin eftir leiki eftir því að vera að keppa móti Grannari? Hún alveg fín, ég ger alltaf þannig, ég fer ekki með henni í bíl heim eftir leiki. Sko tapleiki sko, sjá til. Alveg til að fara með henni heim eftir sigurleiki? Já. Hvor ykkar svona tapsárari? Ég. Já, það má alveg segja það. Ég tek á mig sko. Já. Ég var tapsárari, ég bara svo gömul og þrösku komin á 50-aldur sko. Það verður maður bara að taka sem æðruleysin og hægjarskunni sko. Hvenær byrjaði þú í hockey? Eitthvað í kringum 5-6 ára, myndi ég að segja. Og af hverju byrjaði í hockey? Bara allir í þessu, mamma og pabbi og bara já, mér langar líka bara. Pælið eitthvað í þessu á æfingum til dæmis, að þú sett með mömmuðina og sett með dóttuðina á æfingu? Nei, veistu, ég segi þetta kannski bara í sjónvarpi, sko. Ég er nú eiginlega ekki að tala um þetta uppátt, sko. En málið er það að koma upp ný kynslóð af skauturum. Við sem byrjuðum hérna vorum alla bara komin yfir 20 og höfum ekkert, við lúkkum ekki við eins flott á ísnum eins og þær. Þannig ég stend mig aðeins svolítið að skammast mér, sko, þegar ég sé hana. Þetta er bara alveg svo hlaupa, sko, skauta fyrir hann og ég er svona styrðari. Þá finn ég svolítið svona, við lúkkum svolítið illa fyrir dóttur mína, sko, á þess að ég haldi að hún sé eitthvað að pæla í því. Mæðgurnar Hulda og Anna Sonja hafa spilað saman frá árinu 2002 en Hulda er einmitt aldursforsetin í liðinu. Þetta er svo gaman að þetta flokkast undir sjúkdóm, ólæknandi. Það er ekki hægt að hætta. Hvernig er að spila með mömmu sinni? Ég er bara svo vön, ég hef aldrei gert neitt annað sko, það er mér eðlislegt sko. Það er bara skrítið að vera ekki svoleiðis? Já, ég held það sko, en það er langt í það sko. Við förum bara báðar á Old Boys svo kallað sko og verðum þar þangað til hún fyrir gröfuna sko, þannig að það er langt í það. Við spilum oft saman Old Boys líka, förum á hvernig æfingar saman. Öll fjölskyldan bara. Og spilum saman Old Boys mótum líka og svona, þetta er allt sko. Old Girls mótum. Við erum átta svo gamlar mæðgur sko. Mæðgurnar búa báðar fram í Eyjafjarðarsveit og þurfa því að keyra í talsverðan tíma til að komast á æfingar. En hvað er rætt í bílnum? Endalaust hockey. Farið yfir æfinguna svona á leiðinni heim? Já. Það er mjög svo farið yfir æfinguna, hvað gerist þarna, hvað gerist hér og af hverju var þetta svona og hverju voru ómögulegir og hverju voru góðir og hvort það var gaman eða leiðilegt. Stundum er þetta leiðilegt, stundum er þetta ógeðislega gaman. Aldrei rifrildið það? Nei, ekki okkar á milli. Nei. Við erum yfirleitt sammála það sem við erum að gera sko, það er svona eina fjölskylduna sko. Nú verður þú á ferðarflugi með landsliðinu eftir ekkert mjög langan tíma hérna á Akureyri á HM. Ertu ekki spennt fyrir því? Svakalega spennt. Það er bara, nú eru bara jólin að koma sko. Þetta er bara skemmtilegst tími ársins sko. Þú ert líka eitthvað tengd landsliðinu, eða ekki? Jú, ég er aðstoðarþjálfari. Og hver eru væntingarnar fyrir mótið? Miklar. Eiginlega bara mjög miklar sko. Þjálfaratímið ætlar að vinna. Það er ekkert fjarri, við lendum í 3. sæti fyrra og við erum bara búin að vera að undirbúa okkur núna í 12 mánuði. 11 mánuði, þetta er að verða 12 mánuðir. Þannig að við bara stefnum á gull sko. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk. Þá voru þátturinn ekki lengri að sinni. Við þökkum kærlega fyrir áhorfið í kvöld. Við erum aftur á dagskrá hérna á þriðjudaginn eftir viku. Verið sæl. Norðlenska kjötið. Uppskrift að góðu kvöldi.